sýrunni, hvað heitir þetta? Já. Já, selamsýra. Já. Þessi sýra er Selenium. Já, og kalla eitthvað sýra líka. Já. Þetta er sama efni og í lyfjunum. Þegar þú færð til læknis, ég bara, þegar við séum, þú eru bara til læknis, ég get ekki gert hásöfum, það sama efni og í lyfjunum hjá lækni í þessu. Þess vegna sagði þessi læknir, hann Birgir, bara sætt, nú skil ég af þetta virkar. Þetta dót líka í Head & Shoulders. Þess vegna það mikið sett svo marga kallar með það virkar. En það svo mikið af auka shitið þar. Þannig að þess vegna vil ég ekki nota það, skilji, en það sama þetta efni, Þannig að mér finnst það svolítið magnað þegar... Það alveg rétt. Takk fyrir að minna á það. Af því líka á heimasíðunni, bæði hjá okkur og elsadalmus.com, ef þið munið ekki hvað efni heitir, það er svo auðvitað að fara í það bara. Varan, ingredients, alveg rétt, virka efni. Mjög þægileg í notkun. Ég gerir mjög mikið af því, bara síðast í gær, að þegar einhver sem er pínu skeptískur, segja frá því að þessi sett á húðlíkanstöðinni af því að það var barast fyrir því að fá það. Nákvæmlega. Og þá var því bara, hæ? Já, þetta vissi ég. Af því þeir fóru að spyrja ykkur, þetta ekki aðgóðsíkum að þú getur sett fólk og við erum nei, þetta er fagvara. Þeir vilja selja þetta í apótekunum, en þeir mega einhvern veginn ekki benda á fara hálfbjörnsstofu. Þeir eiga benda á apótekun. Þetta er eitthvað svona. En gríðarlega laust fyrir þá sem eru skreft upp til hálfbjörnsstöðum. Þú eru ábyrgstæðir segja við okkur að nei, það var að senda fólki upp til okkur þegar það voru turbínis og það var ósöfnum fyrir því. Energizing þetta allir líka, og alveg svo purifying ef það orðið jafn virkt á sinna. Þetta má nota lítið alltaf. Það er að díla í nótum ef þið viljið kúra, en maður má alltaf vera að grípa í þetta, í sjálf. Og sumir hafa alveg upplifað sem er í hárlósi að það minnkar bara um leið að nota sjampo. Það hættir að falla eins mikið. Og það sem með systemið hérna energizing systemi, mörg svona hárlós og til að örva hárlós eru svona flókin kerfi sem það verður að gera á hverju degi og slíkt. Energizing alls ekki þannig, en það bara virkar. Við höfum séð ótrúlega sögur og séð eins og konur eftir barnsburð og brjóstakjöf bara á 6 til 8 vikum bara komið aftur. Þetta líka hérna samþykkt í körlugarmethod. Það nú ekki eins margar í því og voru, en sem náttúrulega algjör snillt því að það þurfa örvunina. Það hleðst svo mikið upp af efnum í hársolíu, allt blóðflæði og súrefnisflæði orðið ekkert. Og mér finnst þetta geggjað svona partyshampoo sem ég kalla, þegar ég þreytt. Það er mótnan að nota það bara, ok, blóðflæði komið til höfuðsins og maður finnur alveg fyrir því. Ég hef ekki prófað að nota þetta í mig. Prófaði það. Svo erum við með 2 serum og þau þarf að velja. Við þurfum að spyrja viðskiptavin okkur spurningar. Þú veist, hvað allir hárlausin ertu búin að vera veikur, ertu búin að vera gangi gegnum erfiðleika, einhver hormóntruflanir, þið vitið þess, til að fá svörum. Af því að Superactive, það er fyrir í raun genetískt hárlaus sem sumir eru með og hormónategund. Það getur verið brjóstakjöf, skjaldkirtill, nefnið það. Þannig að maður þarf oft að, þú veist, spyrja. Og gera það ekki flestir, því stundum er þið að fá fasta viðskiptinu og horfa í hálsum bara hvað er óvirkandi? Má ég skipta mækaður? Já. Gaman. Vá. Ákvæmt það var skemmtilegt. Svo erum við með Seasonal Superactive. Þá erum við að taka á einhverju eins og veikindum, streitu, álagi og slíku. Og þeir sem hafa farið í magaermi, hárlaus eða því, þá náttúrulega að því líkaminn er bara, mér vantar vítamín, ég ætla að henda hárinu, það er bara að taka orku. Þannig að það er oft svona hjálpar til. Og stundum sveiflast maður með hvað maður þarf. Mér finnst alltaf rosa gott að eiga þetta heima. Þú veist, yfir veturinn erfið tíma, mikið myrkur. Skemmtilegt. Þannig að það er bara, þetta er einfalt. Þetta er mjög einfalt en það heldur. Og það er alls konar galaktósi og ýmislegt í þessu sem hún er þetta. Þannig að það er enn og aftur mjög öflugir nærsefni, en það er fyrir sína eigin vísindamenn. Þeir eru með lyfjafræðingar og vinna alltaf í teinar lækna. Þess að koma alltaf þessi geggjur innhaldsefni. Er það stein að vinna að lækna? Já, alltaf. Ef við getum. Það
Ok, ég myndi setja þetta í svona 5 línur og nutta. Ég myndi, sko, þarna komið þið faglega svolítið inn í. Hversu slæmt hárlosið, finnst ykkur þetta að ágjast mjög hratt hjá viðskiptavinu og þarf að taka öfluga sprengju tilbaka. Þið megi alveg ráðlega geta alltaf einu svona dag í fyrstu 2 vikurnar. Þetta sker í gegnum fitu þannig að það verður ekkert feitt undir. Svo má hafa þetta kannski 3 í viku og svo fólk á að klára glasið, að þegar maður segir oft 8 vikur, það mann það enginn. Maður bara klára glasið, hvíla í 4 vikur, að því við viljum geta endur, þú veist bara, hei, keyrt í gang allt. Þú veist að hársurinn verður ekki vanur þessu. Ef að fólk fyrir tremma, að því hárið fara að vaksa, þá má nota þetta í hvíldinni. Energizing gelið má líka nota svona sem forvörn. Sumir upplega bara, ok, alltaf í september, þá fá ég hárlos, eða alltaf þegar þetta að gangi yfir eitthvað slíkt, þá má nota þetta sem og í hvíldinni og þetta líka lífinmara. Hún algjör snilld líka. Af því að líka oft þetta tengist svolítið saman, þú veist, fólk kannski með hárlos á kvíða og streitu. Og svo fyrir hárið að falla að fara meiri kvíða og þú veist, þetta vefur svona upp á sig. Þannig að geta nota þetta í pásunum mjög gott og líka nota thickening tonic sem ég vantaði hérna. Thickening tonic basically farði fyrir hárið. Það eykur þvermál hársins 10%, þannig að það virðist fyllra meira sem hjálpar líka þið viti hérna í sálinni. Ok, þetta eitthvað að gerast. Og margir eru með það í vinnu, bara til þess að blása upp úr, til að fá massífa rót. Og nota mikið herra. Hefur þú eitthvað notað í vinnu, Ingo? Nei? Því miður, þið verður að prófa það. Viljið þið skoða þetta eða? Hæ? Hvernig gelir það hárið? Hæ? Verður það svona fetut? Nei, það á ekki að verða það. Það er mjög létt. Þið getur líka bara að prófa að káa á þessu. Mér er svo gaman einmitt með hárfólk, það hugsa með fingrunum, þú veist, þegar eitthvað mótun var, ég bara káa. Já, þetta er svona hálft, já. Þannig að það útskýrir sig alltaf sjálft. Og líka bara gaman, þú veist, einmitt að leggja minnið, seasonal, en náttúrulega bara ástíðir. Superactive er bara alvarlegri keisinn, sem eru hormónar og gen og svona. Hún er alveg snarglósar. Ég að glósa þetta, sko, ég man ekki neitt. Þá tökum við aðeins eitthvað aðeins léttara og einfaldara á milli og meðan heilin andar. Já. Mist á toppnum. Já. Og svo kemur Wellbeing. Þetta er mjög vinsælt sjampó, sem hvíldarsjampó, einmitt af því að svona hlutlaust. Það er líka mjög ríkt og þetta er vinsælt hjá herrum af því þeir eru oft með grófara og þurrara hár. Þeir elska þetta. Þetta er mjög rík næring og sjampóð er ríkt. Ekki alveg kannski nörusínríkt en vel ríkt. Þannig að líka sniðut bara, eins og ég segi, snerti því. Það er marga sem nota purifying sem nota þessi nærvöld. Já, það er mjög vinsælt kombo. Og Wellbeing eins og það er einhvern veginn svona lítið og hlutlaust, það selst rosalega mikið af því. Það er gríðarlega vinsælt. Þetta er svona pínu dark horse. Ok. Svo eigum við Detoxifying Scrub Shampoo, sem er nákvæmlega það sem segir í nafninu, þetta er djúprensi með kornum. Og það er svona mynda í því, hann er mjög frískandi og alveg eins og með húðin í andliti þurfið þið að djúprensa hársvörðin einu sinni í viku. Tölum ekki ef þið eru búin að fá okkur serum og eru í meðferð, því ef að dauðar húðfrumur safnast upp, þá lokar svolítið húðin og þá komast virkuefnin ekki að. Er þetta sniðugt fyrir unglingar okkar, strákar? Já, Feita hársvörð? mjög sniðugt. Og gera þetta einu sinni í viku einmitt til að hjálpa við endurnýjun, því það er endurnýjun mikil og í raun allir unglingar og það sem gerist oft stundum með bólumyndin á enni sem kemur frá hári. Út frá húum, þeir setja mótunarefni í sem að leka kannski og þú veist þetta stíflar allt. Þannig ofta þið sjáu. Nákvæmlega. Þið eru svolítið verið að kaupa cleansing frá HH? Já, það er mjög gott. Þetta hjálp. En þetta líka? Já, og ef þetta er nota fyrst að virka cleansing kannski ennþá betur. Þannig að þetta gæti verið bara svona sjampóið og hitt svona aðeins bara með. Já, þetta eykur í raun innsýn og öllum virkum efnum. Þetta er allt öðruvísi. Solo er meira, þú veist, bara sjampó án korna. Mér finnst þetta djúprensa annan hátt og það er meiri mynda í þessu, mér finnst þetta meira svona, þú veist, ef þú ert að nota þetta tvennt saman og fer ekki að sofa næstunni, þú veist, það er allt bara firing on all cylinders. Er alltaf ekki líka nota þetta sjálf? Þú mátt ekki óðurdósa þessu? Nei, tops einu sinni í viku. Já, þú veist, ekki oft það. Nei, nema þið sjáuð einhverja sérstaklega, þú veist, Hvað segir þetta sé tops? Þetta? einu sinni í viku. Já, alveg eins og fyrir andliti. Nema þið sjáuð að það er einhver óeðlileg fjölgun húðfruma og mikið dautt. Þá kannski getið sagt, ok, 2 viku í 4 viku til að endurnýja hotnúðina, hún tekur svona 4 vikur að endurnýja sig og svo bara einu sinni í viku. Þannig að þið faglega, þú veist, eigið alltaf líka að meta hvað finnst mér lógist með það sem ég er að horfa á.
Af því ég er í raun bara að gefa ykkur upplýsingar út af hvað efnin geta gert, svo metið þið. Það notar bara 2 sinni í mánuði, það bara fínt. Já, nákvæmlega. Það bara aðstæður hreinsa og opna hásvörðin, Já, og þá hentar það mjög vel. Þetta Þetta er bara must að eiga. Þannig að, og eins og ég segi, það er meiri mynda á svona í þessu heldur en í sóló. Já, æðislega veikt, sko. Það er meðlega svona vöru horfa margir framhjá. Eðlilega. Svo erum við með renewing, skjaldbökusjampóið okkar. Þetta er líka gott í hvíldafasa, en hérna erum við líka með pínu meðferðarvöru. Af því í þessu er sömu innihaldsefni Longevity Complex og er í Skin Regimen húðvörunum. Og húðin á höfðinu okkur eldist 6 sinnum hraðar en húðin í andliti. Og 12 sinnum hraðar en húðin líkama. Þannig að við erum að hugsa mikið um þyngdaraflið, þið veit. Húðin á höfðinu eldist 6 sinnum hraðar en húðin í andliti. En það sem þetta líka, þetta hentar svolítið öllum, þessi næring er létt, meiri segja þeir sem eru með þyngjast hár geta að nota hana. Og herrar eru kannski ekki eins hrifnir af þessu, eða þeir sem eru með grófa hárið og þurra. En þetta er alveg, ef þau ekki prófa þetta, mæli með. Og við meiri segja eigum ennþá það fyrir að hætta ávaxtasýru fyrir hársverð. Síðan alltaf, eitt af því fyrsta sem ég sá hérna upp í hillu þegar ég byrjaði að bauðkari, ég bara, er það grínast, þetta er sýra fyrir hársverð. Alltaf vissi enginn hvað ég var að tala um. En núna meikar það sens. Af því að til dæmis að nota sýru í hársverðin, það væri alltaf að nota í þurrt. Af því að það er vatnhlutleysi sýru. Látið að liggja í þurru, taki grófar skiptingar og virða biðtíman, hámark korter. Skóla úr þar, hárið vaknar, hársverðin vaknar, blóðflæðið eykst, húðin þéttist. Og hárið rís, sem sagt svona hár sem er í fílu, það vaknar. Og það eykst voljum. Þannig að sýrur er alltaf bestar. Ef þið ekki prófa sýrur, mælið með. Allstaðar bara. Ok, þá skulum við taka í plumping. Allir elskar í plumping. Raki, bara alveg massífur raki. Þetta er Curly Girl Method í lagi, sem að kemur sér vel að því að krullur elskar raka. Það er alltaf þystar og það er hyaluronic sýra í þessu. Og flestir þekkja það orðið, það er í öllum húðvörum og alls staðar. En það er ofur innihaldsefni. Það heldur 1000 sinnum eigin þyngd af raka. Þess vegna erum við að reyna að koma því alls staðar inn í. Og í húðina okkur er náttúrulega hyaluronsýra. Í raun í neðri húðlögum þar sem að netþræðirnir, rótin á hárseknum og slíkt það er svona hlaup. Það er í raun okkar náttúrulega hyaluronsýra sem við töpum með tímanum. Og byrjar að rýrna upp á 25 og heldur áfram. Er nokkuð alveg að tapa ykkur? Nei, ok, geggjað. Ég bara pæli í sambandi við Love Curl og Momo. Í raun er pælingin allt önnur. Þú veist, af því að líka, ég ætti kannski að segja ykkur, ef við tölum um krossnotkun, nú erum við með hár sem er búið að vera ekki að vaksa og það kemur upp lítið fingjart brothætt hár. Þá vil ég nota raka í það, mikla hyaluronic sýru til að fá sveigjanleika svo að brotningi. Já, þannig að við verðum stundum að hugsa svona, það er ekki bara energizing alltaf, ok, hárið er komið í vöxt, það heldur sér vel, kannski hvílum við þetta, við notum kannski aðeins serumið áfram, en nú viljum við hjálpa hárinu meira til að verða lengra, til að þola aðstæður og jafnvel, þú veist, eins og Nourishing sem ég fer í eftir, sem er líka alveg mjög öflugt. Hérna erum við með bara raun, þið þekkir rakaserum fyrir húð, rakaserum fyrir hár. Það má setja í rakt, það má setja í þurrt, það er náttúrulega eðlilega meiri innsýn þegar það er rakt, það hefur greiðari leið. En mér finnst geggjað að nota þetta og setja olíu yfir, þannig að hún loki, hjúpi, inni. En það farið allt hárið, ekki bara í hársvörðin? Já, allt hárið. Og þarf endilega ekkert að fara í hársvörðin. Þú veist, við erum yfirleitt með issue kannski með lengdina, sem er þurrari, erfiðari og slíkt. Er það eitthvað sem að býra í hárinu? Það má bara vera. Já, þú setur upp í þurrt eða? Já, og bara fyrir úr næsta þvotti og rinse and repeat, þú veist, gera bara aftur, ef það þörf. Og þetta er meðlega, eins og þið heyri, ég tala svolítið um þetta eins og húðvörur, af því að tengingin þar er svo sterk. Þú veist, þeir hugsa þetta eins og húðvörur. Það er alltaf mín upplifun og jákvæð að hafa það þannig. Ok, það er kannski að tæma eitthvað á borðinu, það er svo mikið. Allavega kolming. Hérna erum við komið eitthvað til að róa hársvörðin. Bólgin hársvörð, þrútin, exem og kláða. Þá komum við inn með þetta. Af því raun það sem gerist ef að til dæmis hársvörðin er bólgin og fólk fattar að oft ekki nema því séð oft þeir að skoða bara býtu, okkur er þetta svona rauður. Það er kannski hárlaust þar af því að, nú er nota hendurnar, ég tala svo mikið með höndunum. Þú veist, hársekkurinn, þú veist, lokast í bólgunum og hvað gerist? Hárið fellur. Þannig að bólgur, þú veist ekki endilega með
hárlos af einhverju öðru kannski en bólgu. Þannig að þá ertu kannski farin líka að krossnota. Eða, þú veist, ef hann er mjög viðkvæmur og þau vilja byrja á mildum efnum en ná viðkvæmni niður. Svona. Er það ekki? Meikar það ekki sens? Serumið, sem allir voru hérna að nota á, hvað heita helvítisflugurnar? Lúsmið, bitið. Þetta er að virka alls konar kláða. Þetta má maður sem vera með sér á daginn ef maður er mikinn kláða, að því líka versta sem hún gerir að klóra, fá meiri bólgur, skaða hársekkina og húðina. Þannig að þetta er svona fyrir slime case. Sumir voru að nota þetta fyrir litun og eftirlitun. Þú veist, fyrir þá sem voru mjög viðkvæmir. Og jafnvel, akkur ekki að þvo með kolming eftir litun í viðkvæmum hársverði. Þú veist, svo setur eitthvað annað kannski fyrir litin og lengdina og glansinn. Segðu mér þetta ekki sem að taka með sér útilegunar? Já. Getur maður labbað má bjóða þér. Má bjóða þér. Með, þú veist, vöðvabólgur í hársverði, virkar þetta það? Það fælir líka frá. Að vissu leyti getur það, en ef þú ert með vöðvabólgu í hársverði, kemur það ekki frá hálsi. Jú, en ég er bara svona spáfylgst að því oft er fólk svona... Þá myndi ég frekar nota eitthvað sem örva blóðflæðið. Þú veist, koma því í gang. Þú veist, detoxifying scrub og þetta og fara nudd. En þú veist, af því að það eins og segir, þetta leiðir eitt á öðru. En þá ef það náið að fá blóðflæðið til að aukast, öll kæling og allt slíkt hjálpa blóðflæðinu, þá getur það hjálpa. Þannig að maður þarf stundum bara, hvað er fyrsta vandamál? Hvað er annað vandamál? Hvernig get ég unnið þetta saman? Það sem við gerum líka oft er, þú veist, hvað er purifying? Ég seti upp í hillu. Purifying og kolming getur verið saman. Já, það er að spyrja, því við höfum verið að selja Já. það saman. Þeir spyrja mikið hvað við nota á milli. Já. Til þess að reyna að viðhalda heilbrigðu. Já. Er eitthvað annað í línunni Já, þú veist, sem að væri gott að mæla með? þetta er til dæmis æðislegt til að viðhalda heilbrigði. Ok. Þú veist, þetta er svo mikið af vítamínum og alls konar í þessu. Og líka því vitið, heilbrigðum hársverði kemur heilbrigt hár. Þannig að það er alltaf það sem við erum að reyna að ná. Við megum líka að nota þetta með purifying sjampóinu. Ég pröfa þarna RHS sjampóin og ég er með klæjar ógeðslega en það. Já. Og þetta er ekki svona smá sem fer eftir klukkutíma. Nei, þetta er oförvandi fyrir þig. Já. Þetta. Þetta er ekki jafn svona mikill raki eins og í fjólubláa. Nei, þarna erum við meira sko að skella inn vítamínum, góðum innihaldsefnum, við erum að vinna með hársverðin og næringin má fara í hársverðin líka. Ekki það ég set allar næringar í hársverðin, eðlilega. Ég með endalaust þyst hár. Svo erum við með rebalancing fyrir feita hársverðin, hormónahúðina. Þetta er náttúrulega algjör snilld. Mjög vinsælt hjá úlingum og slíku. Og slíku, eins og þessi tegund. En þetta má ekki ofnota. Af því eðli sínum húð er feit, bara í sínu DNA. Og það er strippuð öll fitan, þá fer húðin í panik bara, hvað er fita mín, ég har bútið meira. Og þið þekkið þetta á þurrsjampóvítarhýrnum sem allir eru með. Húðin er alltaf hamast við að reyna að vera með eitthvað rakastig og fólk er alltaf að draga úr því, þannig að hún veit ekkert hvernig hún á að hegða sér. Þá notum við þetta. Þetta megið líka ráðleiki í svona kúrum þið vitið til að byrja með. Ég myndi aldrei, þú veist að margir sem vilja hafa þetta í íþróttatöskunum nota hverjum degi, það er allt of mikið. Þá notum við kannski eitthvað annað inn á milli og frekar þá kannski léttari sjampó eins og Volu, Momo, Dete, þessi glæru á móti. En það er ekkert að því að nota þetta kannski 2-3 í viku til að byrja með og reyna síðan, en þú veist, eins og stundum er það bara þannig að þetta þarf að nota 3 í viku. En við reynum náttúrulega alltaf að feta veginn að hugsa alltaf, ég ætla ekki að kompromæsa húðinu og búið til meira vandamál. Svo erum við með öflugri meðferð sem er komin fyrir þá sem einhvern veginn ekkert virðist virka á. Þá má nota þetta eftir sjampó og skóla úr af því að í raun það nær náttúrulega betur til húðina þegar búið er hins ennþá meira. Skiljið hvað ég við. Þú veist, og svo getum við líka alltaf leikið okkur svona og svona og svona, þið vitið. Krossnota, hvað er fyrsta vandamál, hvað er annað vandamál, hvernig get ég blandað því? Er þetta svona lífin eftir sérstu? Nei, þetta er skólaár. Já. Og þetta er alveg til í lítir. Ef þið fá mikið af þessum tilfellum inn á stofu, getur verið bara næs að hafa treatment í vaskinn bara og virkilega hreinsa upp. Ok, spurningar? Heyrðu, eitt ætla ég að segja. Stundum erum við með feitan flösuhársverð. Þá getum við krossnota. Svo er mjög algengt feitur viðkvæmur. Þá getum við nota serumið jafnvel á móti. Og svo þeir eru komið hársverð sem er bara eins og TikTok húð
Og já, það er orðið til vegna þess að það er eitthvað sem búið að ofnota vöruna. Kaupir allt, notar allt í sitt hvorum og það er erfiðasta húð sem ég hef dílað við. Fólk sem bara kaupir allt sem er í boði á netinu og nota síðan þetta í dag, þetta morgun hérna og húð elskar stöðuleika. Það er bara þannig. Hár viljum við oft breyta vöru með eftir ástíðum. Við reynum að breyta ekki á miklu varðandi húðina. Þannig að hafa það í huga því að eins og Baldur sér alltaf, þetta er kannski lækna sjampóið sem er fyrir hvert tilfelli, svo ertum annað fyrir hárið. Þannig já, ég er komin til að flækja málin. Svo erum við með nourishing-línuna. Og ekki að fækka einhver af þessu hérna. Það er svolítið mikið krak, ekki skrítið. Ok. Nourishing. Þarna erum við komið línu sem er mjög nærandi og góð í þurran hársvörð, en það sem hún er aðalega, þetta er okkar öflugasta uppbyggjandi sjampó sem Davines gerir. Það endurbyggir dísulfítengin í hárinu, það er innihaldsefni sem heitir Bioacidic Bond Complex, sem að endurbyggja dísulfítengin, sem það er þegar ég gerir permanent, þá er það að leika ykkur að taka þau í sundur og manipulata þau. Þannig að þá horfa svo margir fram hjá þessu. Þetta er algjör sprengja. Og kannski áhugaverður fróðleikur, sem ég á ekki að segja ykkur, en í nýju litunum sem er að koma er Bioacidic Bond Complex, sem endurbyggir hárið. Þeir eru mjög juicy. Er þetta blondinu sjampóið? Já. Ég sé mjög mikið af þessu. Þetta er bara ruglu vara, sko. Það er svo gott. Mér finnst alltaf svo sorglegt hvað margir horfa fram hjá því. Já, þær sem að byrja á henni get ekki hægt. Nei, af því að það bara einfallega virkar. Svo erum við náttúrulega með 3 dósir sem líta alveg út og heita næstu í sama nafni en gera mismunandi hluti. Hairbuilding Pack. Hérna erum við í raun með virku heimameðferðina sem endurbyggir rosa mikið. Þá notum við hann eftir sjampó, látum liggja eins og maska eða eitthvað slíkt í 10 mínútur. Svo notum við næringu ef það þarf. Ég persónulega þarf alltaf næringu. En þannig að þið skiljið, þú veist, þyrsta hárið, krullahárið þarf kannski ekki, fíngerða hárið. Þannig að það er alltaf mat. Eins og ég set svolítið á ykkar faglega mat af því það er það sem skiptir máli. Svo erum við með næringu og maska. Þannig að við erum bæði með eitthvað sem er að nota sem, þú veist, þetta er djúpnæring, en líka kannski grófara hárið, erfiðara hárið. En það er ofta ekki issue þegar að hérna, það er kannski mikið brotið að fara, þannig að við erum svolítið, það er svolítið alls konar. En mér finnst æðislegt að nota þennan maskastundum og hann er gríðarlega vinsæll. En í raun hvað uppbyggingu varðar er þetta öflugast, Hairbuilding Pack. Og svo næringin, hún er agalega elskuð og vinsæll, hún er alveg geggjuð. Þetta má líka nota með hinnu. Þið veitir, þau eru komið til dæmis energizing shampoo í hárlósmeðferð, kannski er þetta henta á móti af því að hárið er að brotna. Þannig að maður þarf svolítið að fara út fyrir kassan. Góðan daginn! Svo erum við með keratin sealer, nourishing keratin sealer, af því að til dæmis við viljum gera við slit. Við vitum öll að við gerum ekki við slit. Það er komið, en við getum minkað það. Þannig við erum svolítið að, nú erum við notað hendurnar aftur, líma saman, komið í veg fyrir að klofni meira upp. Til þess að þá hjálpar að hárinu að síkka og þið getið klippt af og náð meiri árangri. Það sem líka oft, eins og ég, þið verið að afsaka snyrtifræðilegu lýsingarnar mínar, hárið, þú veist, ljósar oft neðst svona endar út allt og það svona flækist og krækist saman í hvort annað og það eykur líka oft slitið. Fattu ekki hvað ég meina, svona úfnendarnir. Þetta hjálpar til við það, þið myndið setja svona í, það myndið sjá bara smooth. Af því að það, eins og ég segi, þeir eru komið þangað, þá er svo erfitt að eiga við slitin nema bara þið viti, klipp af, hætt að lita þig. Við erum að bjarga hárinu. Hvað heitir það? Þetta heitir Nourishing Keratin Sealer. Ok, meikar þetta allt senn so far. All right. Þetta allt kemur í veg fyrir hárslitni og þetta hjálpar til að draga og minnka og losna við slitið. En já, þetta hjálpar. Í stuttumáli, sorry, já. Ég er alltaf að æfa mig að því. Ok, og svo bara stuttumáli, alveg bara undir lokin, þá erum við með elevating línuna. Kallinn datt. Þetta er svona hjálpar aukalína í vinnu á stofu. Ég náttúrulega elska allt svona sem er auka ambíans og nudd.
og hérna er þetta að gera móttökuathöfn, já, og snerta fólk öðruvísi. Sem ég finnst mjög eðlilegt, en sem ég svo fyndið af því að þeir eru allan daginn með hendurnar í hári og ekkert mál og eru bara hérna, ó já, hvort öðru, já, einhverju fólki. En þegar að fara að gera þetta, þá er þetta of intimate. Þegar að fara að nudda allt í hennu og verið kyrrð, hvað dæmi það? En hérna ef þið viljið, þá er þetta að gera smá höfunudd og handanudd áður en við byrjið, fyrir þvott. Þetta er svona sérstakt efni, þetta er ekki olíukennt, þó þetta sé olía. Hún leysist upp og verður mjólkurkennt í vatni. Bara leið og skólast úr eins og ekkert séð, þannig ykkur er alveg óhætt að nudda þið viti hárið og jafnvel herðarnar af fólki með vöðvabólgu til þess að losna, þið viti. Og hafa þetta jafnvel inn í svona lúxusmeðferðum. Og mér finnst líka bara, mér finnst allt og lítið gert að ég nudda hendur við vask og svona. Af því ég myndi gera það, ég veit þeir alveg, er ekki læg með hana. En það er eitthvað svo næs, eitthvað ekstra. Þegar ég auka 1 mínútu. Já, og það er líka fyrir ykkur, af því lögum að gera svona auka og kyrri sjálfa sig kannski niður, þá náðu þið að slaka á kannski 1,5 mínútu. Skilja, og má ég segja Já. samt við það þarf ekki að taka það langan tíma. Nei. Þetta er bara 1-2 mínútur fyrir okkur sem fagfólkið, en 1-2 mínútur í handanudd fyrir viðskiptavin er geðveikt mikið. Það er bara hyperlúxus. Já. Það bara er það grínast, viti hvað, bara ég fékk að hárgreiðslustofunni. Handanudd. Ég má eiginlega til að segja að því að þetta var umræðumdastofunni hjá mér. Já. Ég sitt alltaf aftur sig frá Darnis á hálsinn á köllunum. Já. Ég er búin að fara með fóilin. Og ég var að beða strákanum að gera það líka, að ég finna að þeir bara, þetta tekur 5 sekúndur og kallarnir þeir bara, þeir eru bara hérna. Þetta er alveg moment fyrir viðskiptavin. Strákanir með stofu, þeir bara, nei, hérna. Já. Samt búnir að vera alveg þarna, þú veist, já. En þetta er eitthvað magic. Já, þetta er það. Þetta er skrítið og er ekki vör. Prófa bara Hildur, taktu einn hana, gefðu 1 mínútu. Ég skal gefa 1 mínútu. Í gamla daga. Standum með hendina þér. Ef við taka hinn át á úrinu? Við vorum að gera þetta í gamla daga þegar ég var að læra fótbolta. Þá vorum við að gera smá svona, sérstaklega sem nemandi. Gerðu þetta og eitthvað smá. Sitt hvað þetta er notalegt. Það var ótrúlega magnað. Ég er breyta hárstofnum hjá mér vegna þess að ef hárstofnum var of mikið Þetta er svo mikið þreyta. þá er bara vandræðið að koma í gegnum. Já. Þannig að ég þarf að gera grófara höfunudd. Helst bara, Ég fatt að ég þarf líka að passa mig hvernig ég geri höfunuddið fyrir stelpunar til þess að verða ekki vandræðilega moment. Ég mátti ekki verið eins og mjög degur yfir það. Það getur verið þetta sjálfmaður, ég fá fólk til að þetta vill fá þetta bara svona extra djúsi nudd. En ég þarf að gera það með aðeins svona ákveðna hreyfingum. Ef ég fer of rólega og mjúkt í það, þá verður það smá. Já, ég er svolítið búin að Þú svona ákveður þessi ákveð, kannski Ég er svona Þetta tók engan tíma. Ég var að suma tíma En þið þekkir sem bara Ég er alveg bara, getur tekið meira. Stoppa með þetta verður eitthvað. Já. Gerðu bara grína þig. Já. Ég hef lent í báðum Þetta er öðruvísi. það var vandræðilegt Já. eða vandræðilega vel. Nei, ég segi þess, gerðu bara grína þig. Segðu bara, stoppa bara fyrsta orðið að vandræða. Já, nákvæmlega. Það er bara fyndið, bara mér átt að njóta þér og ok. Já, bara gefa það smá slökun. Og oft er að fólk er við vaskinn og er að bíða jafnvel með tóner. Þú veist, segja bara, heyrðu, ég ætla að nudda þessari hendurna svo slaki betur á í hálsinum og eitthvað. Þú veist, eitthvað svo leys. Hvað var ég? Ég er löngu búin að nudda á henni hendina. Og hún var alveg bara... Já, að því við geymum svo mikla þreytu í höndunum og nudda þessi svæði hérna, þú veist, þið prófið, þið nuddið hérna á okkur sjálfum, þú veist, aðeins slakið á, hvaða er þreytt? Og hérna yfir, mikil þreyta. Og léttir hringi hérna á, það er svo mikið á taugandum, strjúkið ykkur létt hérna, já, strjúkið ykkur, finnið þið? Mér finnst að viðskiptarnir gera drótt. Já, leggjast niður, já, nú koma þér. Þú veit, það er svo mikil þreyta hérna. Allavega. Já. Ég hef verið að fá spurningar frá þeim sem eru nýbúnir í krabbameinsmeðferð og Já. hafa verið að byrja að koma. Já, Hvaða sjampo ætti maður að mæla sko, með í svoleiðis? energizing myndi hjálpa Energizing. og já, og seasonal superactive, serumið ef að þess þarf. Og svo náttúrulega eins og ég segi, passa að þú veist nota kannski nourishing að hárið þarf uppbyggingu eða replumping að þarf sveigjanleika og raka.
Renewing líka hjálpa til við heilbrigði og það myndi ég kannski taka síðan þegar það orðið heilbrigðara, þá gott að hafa renewing á móti með vítamínunum. Og þetta serum mitt, elevating, þetta serum bjó einu svona í renewing línunni. Þetta einu svona til að viðhalda heilbrigði í hársverði. Munið, heilbrigði, hársverði, heilbrigt hár. Það ekkert sjálfsagt að hár haldist heilbrigt. Þannig að hérna viljum við fá svolítið steinefni og vítamín og orku. Þetta hægt að nota með hverju sem segðu til. Og þið finnir kannski lyktina núna, þetta er svona pínu eins og lakkríslykt af línunni. Af því að á hárgreiðslustofum viljum við slaka fólki á en viljum ekki svæfa það. Þú veist, það var bara allir konum með höfuðverk en bara svona ná að mynda, það er ekkert að þið mynda kyrð inn í öllu. Svo er leirinn og við erum með sérstaka mæliskeið fyrir þetta, þess að þetta bæti í öll sjampóin við vaskinn til að djúprensa ennþá betur og afeitra. Náttúrulega ekki í colming og viljum ekki setja það, þið viti, í þau sjampó. Colming, nourishing, þau sem að gefa okkur raka, replumping, en út í rebalancing fyrir feitahársvörðin til dæmis, út í well-being ef við viljum gefa auka, jafnvel út í purifying. Eftir hvernig ástandi á hársvörðinu, kannski ekki að nota þetta í húðrof. Og svo síðast en ekki síst, ambíanssprayð. Þetta er ilmurinn sem ég var að nota í olíunni. Ok, einhverjar spurningar? Stegi beint inn í lyktina. En eins og ég segi, þú veist, það situr aldrei allt eftir og þau þurfa alltaf að vera að koma aftur og ræða þetta og líka grípa okkur þá þegar við erum, þið vitið, í þessar pælingar. Ok, allir góðir? Já. Heilin fullur? Æðislegt, elskum það. Við erum búin með Natural Tech, með tíma. Það ykkur að velja ykkur eina vöru á bakkanum sem að Extrax, vil ég segja ykkur. Hún með nákvæmlega eina vöru og svo ætlum við að skiptast þá bara að kynna okkur af því við þekkjumst ekki alveg allina og segja frá vörunni og ég skal byrja og svo kannski bara Hildur og ég bara mjög stutt. Ég ætla að vera með Fluffing og því að það er uppáhaldsilmur minn. Ég held ekki að sagt að þetta sé uppáhaldsilmur minn af öllu í dag. Ég elska þessa lykt. Og svo gefur hún geggjaðan raka og hár mitt þar áfram. Og ég heiti Fía og ég vinn í Biopro. Ég er búin að vinna með Davines í 10-11 ár. Eða svona, þá kynntist ég þessum fyrst. Og svo hefur það bundið upp á það. Já, ég þarf það. La. Svo mástu mér langar í. Ok, ég ætla að velja þetta. Ég heiti Hildur og vinn hérna í Biopro. Ég er snyrtifræðingur eða snyrtifræðimeistari. Ég er búin að vinna til dæmis með Comfort Zone í 12 ár og Davines í öll þau ár sem ég verið hérna, 6 ár og aðeins líka það sem ég var áður. Ég valdi mér Nourishing Vegetal Miracle Mask af því hann er uppbyggjandi. Nú er hárið á mér í fílu og í frissi og mér veitir ekki af uppbyggingu og næringu. Hárið á mér er svolítið svant þessa dagana. Geggjað. Sko ég hef örugglega tekið í balancing sjampóið. Nei, það er hér. Já. Og ég ætla ekki að taka það. Það er svona eitt uppáhalds. Já. En ég ætla að taka þetta hér. Liquid Luster. Ég elska það. Bara instant glans í styrstunni. Bara geðveikt ef maður er að fara eitthvað kvöldið eða eitthvað, afmæli eða eitthvað, við erum með extra shine hair. Ég elska það. Og já, ég heiti Íris og ég er búin að vera hér í hvað, 2,5 ár, örugglega, alveg er komin 3. Þannig að já, geggjað, ég ætla að skilja svo allir. Já. Og þá bara ekki hugsa, bara velja núna. Er það nokkuð mikið fyrir þér? Nei, ég vona bara, heyrðist ekki skrull, Urður, heyrðu í mér. Halló. Ég heiti Ingo, ég er á Hárbeitt. Við erum með Davines í síni í hvenær, bara finnst það vera forever. Ég ætla algjörlega að falla fyrir þessu öðrum og bara fyrirtækinu almennt. Ég tók Momo vegna þess að ég er að vinna rosalega mikið með krullur og þetta er eitthvað sem er ítrúlega. Ég ætla að taka hana og leyfa hann að heyri. Hvað er þetta svona? Það er ekki skemmtilegt. Má ég það? Fyrir þær konur sem hinn sjampóin er á þungi, þá er þetta bara straumurinn. Og venjulega getur maðurinn þeirra nota það líka. Þú mátt halda vörunni, Ingo.
Er ykkur sama þó að ég hafi svona mæk hjá okkur? Ég heiti Þórdís, ég er á kompaninu. Ég er búin að vera að vinna þar, ég byrjaði þar sem nemi 2021. Ég er búin að vera að vinna með Davíð síðan þá. Ég valdi ólínæringuna af því að þetta er fyrsta næringi sem er actually með olíum í sem ég hef fundið sem drepur ekki alltaf hlíf í hárunum mér. Og elskana í mín að gera hári, fengi eitt krullað sem stundum krullað og stundum ekki. Og fyrir fílu mér reglulega en þetta er bara eins og svona, þetta er svo bótus fyrir hárað mér. Næs. Hver næst? Ég er Birgitta. Hæ Birgitta, gaman að sjá þig. Sumleiðis. Má ég vera með þetta hérna? Já. Já, það ekki. Mér finnst ég ógst að pro, það ekki. Við erum með beina útsendingi, varstu ekki búin að segja frá þér? Já, við erum að æfa okkur sér satt. Valdi hérna energizing af því ég hef virkulega notað það, eða þú veist persónulega notað það mest. Ég hef notað það reglulega sjálf á mig og mjög mikið að konum og finnst það geggja. Ég er bara besta svona örvandi sem ég pröfa allavega. Já, Geggja, takk. Ég er Andrea og ég er á Vítóri. Ég kláraði sem spöðunum helgina, mér er bara nýjútskrifaði. Til hamingju, geggja. Og ég valdi rebalancing sjampóið af því að ég er bara að sé ógeðslega mikla virkni frá því. Þú veist, vinkona mín var að þvo hárið svo hverjum degi og alltaf skítug. Og núna er hún að þvo það kannski 2 ár, kannski einu sinni. Það er bara svaka munur á hárinu, sko. Það minnst það æði. Æði, takk. Ég heiti Birta, ég er líka á Vítóri. Ég fór þetta fyrir áður síðan, þannig ég er búin að vera að vinna með þetta í, svona kannski 1,5 ár sem það. Ég valdi replumping næringuna því ég elska hana svo mikið. Hún er sko, ég finnst líka svo næs við hana því hún er ekki svona sjúklega þung þótt hún sé svona mikið nærandi. Mér finnst það ógeðslega næs að nota hana í viðskiptavinnuna mína. Mér langar að fá mikla næringu en ekki, þú veist, þessa þyngd eins og maður notar lofnæringuna eða svoleiðis. Þannig, já, ég bara elska hana. Hún er geggjuð. Við skiljum það. Já. Skiljum það. Hvað segir þú, Sirri? Ég heiti Sirri. Já, hæ. Hæ, Sælfía. Ég valdi Liquid Spell af því ég var að deila með ykkur. Ég komst að svolítið nýju þessa vöru núna í Stockholm. Þetta er geggjaði rafmögnuðu hári. Eða rafmögnuðu hári er að klippa. Setur þú bara í þurrt hári, meira sem bara slétta. Setur þú dropa af þessu, en hún gefur fullt öðru líka. Og þetta virkar fáránlega vel. Þannig ekki tekið þetta með ykkur í rafmagna hár. En að öðru leyti þá erum við geggjuð yfir fyrir létt voljum, fingjart hár sem vilt ekki að verði klömpi með voljumvörum. Ég noti þetta bara í alla konum. It's magic. Já, þetta er bara töfra að vara. Þú finnir hann ekki á hárinu en þú veist hárið verður miklu meira auðveldara detained og allt saman. Og hérna, já, Sirri Company er í 15 ára, búin að vinna með daginn frá því, eða vörunar frá því það er komið bara á markað. Og hérna, já. Skemmtilegt bara, sorry, ég var að skjóta með þessu prófi, hún er endurbyggjandi. Líka. Já. Það er eitthvað töfrar í henni, sko. Ég nota hann í allt ljóst hár og það er bara, ef það er brotið eða heilbreytt, það virkar á einhvern veginn allir. Spellnafni alveg. Þetta er bara mitt go-to. Já. Þú tekir það að lýsa þessu og mynd svara hellingarsumi og pínlítu öllu. Nákvæmlega, Liquid Spell, það er bara geggjuvara. Ok, ertu búinn? Karen? Hæ. Ég heit Karen og ég er með klippistofuna í Bæjarlind. Við tókum minn Davines, hvað ætli séu, 3 ár síðan eitthvað slags. Úrvalið þar var glatað. Og ég hafði samband við Bíbró og við ákváðum að taka þetta inn og einmitt að reyna að læra svolítið vel á það og við erum að elska þetta. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Við erum náttúrulega bara með herra og það getur verið pínu trikki að vera með góða vörur sem þeir nenna að kaupa. Að því okkar markhópur er svolítið sko fjölbreyttur, ekki bara með ungu strákana, töffarana, hann er rosa fjölbreyttur. En þetta er að virka. Og ég fór beint í þetta bara því ég elska hana fyrir sjálfum mig. Smoothing Instant Masking. Ég elska svona quick fix og þetta er sturlað af því að maður þarf þetta er svo stutt í hárinu á manni. Já, það kemur sér tíman og allir. Ég held að kemur sér tíman og allt í einu og þá er þetta, hún er æði. Þannig að mæli með. Ég er ekki að selja hana. Nei. En ég elska hana. Geggja. Fyrir. Það er ekki smá skemmtilegt. Aðeins, ná að fá smá kynnaspínu eitthvað og svo lærum við svo mikið af hvert öðru. Mér finnst það. Já, ég læri fullt á ykkur. Þannig að þetta er alltaf skemmtilegt, sko.
ætlum við að fara yfir Essential eða hvað, eða var það morgunsætt? Eða hvað, bara það sem ykkur, við viljum að þið nýtið tímann sem best hérna hjá okkur. Hvað hefur við langan tíma eftir? Eru þið ekki á tíma annars? Nei? Eitthvað svona 10-20 mínútur. Já. Já. Og er það Essentials helst? Á ég festu þetta á mig? Já, það má nefnir að halda. Já, tökum pissupásu. Já, viljið pissupásu? Já. Kaffi, endilega. fylla á og svona. Do it. Ég er bara að sopa einhver í. Þetta er skó. Nei, ég verður svona, Já. Það ekki að breyta ykkur sko. Nei, en það er svo bara gammalt eitthvað svona. Já, og það með þess að hérna kemur græður. En við erum að ákveða að nota. Hún eina sem að horfa núna. Þetta bara YouTube-linkur sem ég samti. Og ég var að horfa á þessu í bílnum á leiðinni. Þetta bara gæðist flott. Ég vona urður sér sammála. Ég var allavega bjóst ekki við svona flottu. Hvernig það leit út? Já, bara eins og við höfum aldrei gert þetta annað. Eða eins og ég segi, ég vona urður sér sammála og klána með mig. En samt geðveikt. Ég sá ekkert í þessu stelpunar græði þetta, ekki svona tækni. En þetta er samt svo ótrúlega sniðugt. Já. Fyrir fólki út á landi. Algjörlega sko, og næstegnin. Eða bara einhverju fæðingarorlofi, eða bara sem kemst ekki. Já, nákvæmlega. Hentar öllum, stjórnast æði. Og mér langar að geta, Urður, mér langar líka að hún geti, þú veist, fólk geti sendt þá til að vera með umræðinni. Þessi geti Hildur, Íris eða einhver sem er ekki að tala, eða ég ef ég er ekki að tala, fylgst með skilabóðum sem er þá að senda, þú veist, til að geta spurt. Já, nákvæmlega. Líka, alveg svo þið. Þannig að Urður, þú mátt senda á Hildi ef þú ert með einhverjar pælingar. Já, hafðu símaðinn hjá þér. Er það ekki? Sem sagt, já, erum við til? Essential. Ég held að það sé svona, já, lína sem að flestir þekkja alveg svona mestu leyti, en svona ýmislegt. Ég er bara að horfa á náttúrulega. Messenger, hvort hún heyri í okkur. En Ég held að vera ennþá á skiptaðinni. Ég vissi ekki. Hefði sett á hægri höndina á því, ég sett á vinstri höndina á því, ég fór í jakkanum og ég fattaði að ég myndi hvað það Ég held að bara eitthvað gæt að skipta undir helsinum, sko. What cool. já, geggjað. Já, Essential sem sagt, það er svona rauninu grunnlína Davines með svona flest svona, þið veitir, Volume shampoo, Raka shampoo, Friss og svo framvegis. En það sem er svo skemmtilegt við línuna, finnst okkur, er að hún það er þetta að rekja alla leið til bónda, innihaldsefnin og svo framvegis. Þannig að það stendur ekki að sama á hverri vöru, eins og til dæmis hér, ég veit ekki hvort þið vitið þetta, en það stendur til dæmis, ef stendur hérna bara Momo shampoo, Momo stendur fyrir moisture, það er moisturizing shampoo, það er bara Raka shampoo fyrir þurrt hár og svo stendur hérna fyrir neðan, aðal innihaldsefnið í þessari vöru er gulur melónuextrakt og melónan kemur frá bónda Mr. Simontes á Trapani á Ítalíu. Og svo stendur ekki það sama til dæmis bara á, já hérna er þetta, ekki á sama á hverjum, það er mismunandi frá öllum, því það er mismunandi aðal innihaldsefni og til dæmis erum við DD, þar er það rauður selleri ekstrakt og mögulega þess vegna sem sjambó er svona gulleitt, þið skiljið.
Þannig að þetta skemmtilegt og það kemur frá Torino á Ítalíu. Og vörurnar eru þetta og allt fyrirtæki mjög sjálfbært, þannig að þau eru að vinna mikið með sjálfbærni að öllu leyti. Og til dæmis í Essential, það er mikið verið að vinna með plöntur sem annars væru að deyja út. Sem sagt að gefa þeim áframhaldandi líf með því að rækta þær fyrir vörurnar. Annað í Essential ef þið finnir brúsana, maður finnur alveg plastið þynnra enn í öðrum vörum. Og það út af því að þeir nota margfalt minna plast og að spara þar að leiðandi einhver 1 trilljón tonn á ári í plast. Bara með 25% sem aðri nota og svo er Já, man ekki alveg töluna. Plast sem er hægt að endurvinna. Einmitt. Það er líka ógeðslega næs að ná úr þessum þessi legolandbrúsar, það er ekki hægt að tema það. Nei, það er bara svolítið önnur pæling þar. Erfitt að með þessu saman, þetta er allt annað. En spurður út í brúsana af því ég að segja frá dollum. Já. Sem food safe með endur út. Já. Nei, það er ekki brúsan. Sko, nei, jú, já, þetta er matvinnsluplast, það er að næsta sér að segja, já, í allri línunni í Essential notað matvinnsluplast og það til þess að hægt sé að nota þetta í til dæmis nesti eða eins og ég hef notað svona brúsa í sósur og ég hef verið að skreyta köku með svona, það hef ég sett bráðið súkkulaði og sprautað yfir til dæmis. Ég skil það ekki af öll þessi námskeið sem þú verið sofandi á þeirri mínútu. Þannig að það svo margt skemmtilegt og það svo líka skemmtilegt við sem þið vitið þegar maður með einhvern í stólnum að segja frá að því að sá sem í stólnum veit ekki hvað þú veist mikið fyrir en þú segir það. Og hann kann að meta það, eða hún, eða hver sem það þið vitið. Þannig að það gott að muna að líka tala eitthvað svona að sýna þess ykkur hvað þið vitið og þið getur verið fræðandi, ekki bara tala veðrið og eitthvað. Og það selur líka, alltaf. Og ekki bara til að selja, líka bara til að þjónusta betur. Af því að þeim finnst gaman að heyra hvað gott fyrir þau, persónulega. Það náttúrulega málið eins og segir, það vil ég vita hvað gott fyrir sig engan áhuga öðrum, en ef þú ert að gefa mikið upplýsingum einstaklinginn, það sogast inn. Algjörlega. Og svo þetta þá náttúrulega bara, ef við maður renna bara hratt yfir og svo frekar þá bara spyrja mig. Þetta sem sagt stendur fyrir Delicate og mjög delicate shampoo, milt og gott og hentar öllum. Tölum stundum það sem svona eins konar fjölskyldu shampoo þó við viljum alls ekki nota það orð. En þið skiljið hvað ég við þegar ég segi það. Þetta svona hentar flestum. Og næringin í þetta myndi ég segja, léttasta næringin í línunni. Til dæmis eins og Volu shampooið. Það engin næring sem fylgir því af því að Volu eða voljúmið þá erum við aðalega náttúrulega að hugsa rótina minna fyrir endana þannig að Volu sjampóið gefur gott voljúm og hárið verður mjög crunchy og næs fyrir þá sem fíla það en sumir þurfa næringu líka þá myndi ég velja þessa ef ég ætti að velja svona léttustu næringuna fyrir utan auðvitað lífin sprayið sem finnst það jafnvel nóg. Detisprayið líka geggjað til að klippa upp úr. Það svakalega létt. Bara þeir sem voru með Astley á námskeiði fengu að kynna sig svolítið vel þá. Hún notar svakalega mikið af því hún bara sprayaði endalaust. Í staðinn fyrir vatn. Já, akkurat. Þetta var ótrúlegt. Og það heldur samt alltaf léttleikanum og bara sjúklega næs. Hafið þið prófað það? Klippa upp úr því. Mjög næs. Það sem með rúslega únýtt hárela og opið eitthvað, þetta hjálpa tónunum að gripa í. Já, nákvæmlega. Já, maður sprayaði áður, nákvæmlega, góðu punktur, takk. Það svo, vjúið, maður fer einu bara utan á hárið. Já, akkurat. Það verður úrsvöld í lúfthár, Já. það úrsvöld opið þá. Það spraya sig verður setja svo tónunum. Já. Það betri og það helst betri. Einmitt. Það sömur þarna sem bara Nákvæmlega. Já. Tips til að halda litnum betur í að spraya þetta. En þú gera áður? Já, áður en setja litn í. Nákvæmlega. Loka hárinu. Einmitt. Og svo náttúrulega ýmislegar svona aukavörur sem við köllum þær sem að
fá svo stundum að vera lengur af því að þær eru bara það vinsælar eins og sápan sem kom í Dedu og andlitsmaskin og það koma oft svona ekstra vörur hjá Davines sem er í einhvern ákveðin tíma eða til að gefa, búa til alls konar tilboð fyrir viðskiptavini okkar með húðvörum og okkur finnst það stundum eitthvað svona að kaupa húðvörur frá okkur hárvörumerki en Comfort Zone sem er snyrtivörumerkið, þið hafa öll kynst Comfort Zone ef ekki, do it. Hvar eru búin að vera? Já, þær eru ótrúlegar og geggjar, þá ég ætla ekki að fara að tala um þær núna. En þá eru þær í sömu höfuðstöðum, Comfort Zone, af því það er sameiginlegt fyrirtæki, Davines og Comfort Zone. Þannig að Davines hafa aðgangað mjög mikið af góðum sérfræðingum til að vinna með sér þessar húðvörur. Svo þannig erum við að tala um bara gæði í hámarki. Svo að við getum sleppt yfir efins yfir því. Já, hvað er svona í maskarum þannig að virkaðin í honum er þetta að hafa rakamaski? Í hverju söru? Í dagmaskanum. Andlitsmaskanum. Þetta er raunir léttur, ég veit ekki hvort hann sé til ennþá. Er hann til? En þetta er bara léttur rakamaski fyrir andlitið. Já, einmitt. Viltu segja frá honum? Hann er í raun, myndi ég segja, að þú sagðir hann nákvæmlega, léttur rakamaski, sem væri svona gelrakamaski. Þú veist, hann hentar fleiri húðgerðum. Þú veist, það er mjög þurr kannski ekki, en þá kannski eftir að sofa með hann. Við prófum það náttúrulega líka, við prófum alls konar. Já, ég prófaði það. Já. Ég meina 10 ára sem það er alltaf maskar sjúkar. Það er svona einu sem ég lesi það eitthvað svona þetta verður að segja, þetta er ekki með verið því Já, því hann er svo léttur. Já. Og ekkert ofvirkur, sko, með virkumefnum þannig. Nei, sem er truflað þeirra húð. Nei, þetta er fyrst að eitthvað voða sport, sko. Já, þetta er náttúrulega trendið núna að vera all inn í öllum húðskrefunum og öllu bara. Já, segir það rosa sparlega mann. Já, nákvæmlega mjög dýrt. Það kemur ekki aftur en það er að finna nógu hreyfir samt er maski. Svo erum við með Mínú-línuna, hún er fyrir litað hár og er náttúrulega bara, já, bara eins og kallum bara litasjampó eða þannig, litanæring, heldur utan litin og gefur glans og svo framvegis það sem við viljum að litasjampó geri. Auðvitað ættu eiginlega bara allir að vera með litasjampó af því að allir sem lita á sér hárið og nota með. Svo við segjum alltaf að maður ætti að eiga svona 23 sjampó í sturtunni og skipta á milli. Eins og ég er til dæmis alltaf með hreinsi sjampó, til dæmis Solo, af því að ég þarf alltaf að djúprinsa á mér hársvörðin reglulega. Og svo er ég með Mínú eða Raka sjampó sem ég nota yfirleitt. Og svo er maður eitt svona spari sjampó, þið veitir, stundum langar mig að nota eða eitthvað þannig. Þannig að ef ég er að fara eitthvað eða vantar ekstra glans. Sammála? Eru þið svoleiðis líka eða eru þið bara með eitt sjampó? Ég er svona 3 og nefnda mest. Þannig ég er bara, það er þetta að fá svo spari sjampó. Einmitt. Og maður þarf kannski ekkert að kaupa sér þau öll í einu, þið veitir. Maður getur safnað sér og þó maður keypt eitt sjampó síðast eða þar síðast, þá getur maður keypt eitt núna. Eða þú veist, núna þegar ég er í strípum með eitthvað og... Mér langar bara alltaf að fylla lithöfum í öllum hínum sjampóum. Hvað segirðu? Eða lithöfum þá drópar ekki sett út í þau. Já, einmitt. Já, og Solo sem ég var að tala um, eins og við vorum búin að tala um það eiginlega, hreinsi sjampó, hreinsa rosa vel og bara, já, allt sem hreinsi sjampó gerir. Og þá sem við vilja svo ekstra hreinsun, þá erum við með Solo skrúbinn sem er fyrir hársvörðin. Love Smoothing, það er til að róa friss og gera mýktina og ég myndi segja að það var einn af bestsellerunum í þessari línu á samt Momo. Og er merkilega gott í stelpunum sem eru ómikla bulur. Já, einmitt. Af því það er svona, það þyngir alveg pínu en samt ekki. Sammála? Ég notaði það fyrir mig. Einmitt, nákvæmlega. Þú ert með alveg fingjart og krullað, já, nákvæmlega. Ég mun ekki fyrir að vera neitt þungt sko. Nei, einmitt. Samt er það svona creamy í þau vitið og einhver að bæta við. Og það er næring og maskin sem Karin var að tala um og hann er geggjaður.
Hann virkar á 60 sekúndum og bara rétt að setja hann í og gefur ekstra mýkt og raka og róa. Þú veist, krullunar bara verða leiðilegar? Setja hann í þær bara... Já, til svona poppa upp aðeins, já. Og hér erum við með Love Hair Smoother og Smoothing Perfector. Smoothirinn er svona aðeins þyngri til bæði til að blása upp úr, mjúkt krem. Í þessum er ekstra hitavörn, hámarks hitavörn, alltaf 230 gram. Og þetta er geðvægt efni. Ég man ekki núna, það var einhver sem voru bara eiginlega að drekka þetta eða eitthvað. Já. Nei, ég er ekki að grínast, þetta bara hvarf. Já, ég var bara hvernig, hvort það var blond í, ég man það ekki alveg, já, allavega. Þannig ef þið hefði ekki prófað það svo verið að mæli með. Svona Melo, það er fyrir sítt og brotið hár. Það er svona þyngsta sjampóið myndi ég segja, fyrir það sem vilja alveg bara þurfa mikið að þyngja og róa mjög mikið. Það er þá sjampó, næring og hitavörn. Og hitavörnin er geggjuð. Hún er bara ekkert nema hitavörn. Bara ver hári gegn hita. Og er líka algjör bestseller, myndi ég segja. Já, agalega vinsæl. Er sólavörn? Nei, þetta er bara hitavörn. Talandi sólavörn. Og verð ég að segja eitt. Það er sólavörn í 9 litunum sem er að koma. Já, ég var eins og var í hjá daginn þegar var þetta tenni. Ég leikur allt úr henni, það var sérstaklega sólinni. Ég var að pröfa litina, ég er mjög spennt og kemur heim til viku. Þannig ég er bara að segja að lögum sem mynd. Já, einmitt. Mjög spennandi. Já, mjög spennandi sko. Það er eitthvað svona hár sem þó svo skiptir engu máli hvort þú eru bestar, það er alltaf pínu úðan en það var pínu friss eitthvað í gangi. Fyrst skipti sem ég blés sem á þess að ég setti bara svona minnumalt bara hitavörn og smá olíu í hérna og það var eins og silki. Já. Það er bara, það er eitthvað við þessi leið, þetta er eitthvað vængir. Já. Takk fyrir að vera með okkur, Karen. Gaman að sjá þig. Veitir hvað er nýjum þetta? Komið þessin eitthvað? Bara þeir koma í sölu eftir lánsið. Þannig að við verðum bara að bíða spennt. 28. 9. 8. apríl, já. Mánu einn og hluti stefnu. Já. Það er bara svona ræmt þeim. Þannig að já, það er mjög spennandi. Hvað segirðu? Mögulega. Já. Ha? Það er kannski einhver upplýsingar í Parma mögulega? Já, það er lengri í það. Já. Styttra í launsið. Styttra í launsið, já. En þarna... Þannig að já, svo er það Nuno sem stendur fyrir nourishing. Það byggir upp hárið, fyrir strípað hár og svona. Fáum oft spurningar hver er munurinn á Nuno og nourishing sem við vorum náttúrulega að tala um áðan. Ég myndi velja Nuno fyrir bara svona basic strípað hár, þið vitið. Allt strípað hár þarf smá uppbyggingu. En fyrir svona allra skemmtasta hárið þá myndi ég færa þetta. Og það er sjampó, næring og maski. Momo rakasjampó, æðislegt, annað uppáhald hjá mér, það gefur geggjan raka og það er líka létt. Þannig að fingerahárið getur líka notað. Já, þetta getur líka verið það, algjörlega. Það er létt og gefur raka og eiginlega allir þurfa raka, hvort sem það er vetur eða sumar. Ég held að það er saman, þetta er fjölskyldusampó í Íslandi, þetta er fjölskyldusampó annars staðar. Já, einmitt, fyrir sumar og þannig. Algjörlega, við þurfum bara að raka hér, já, nákvæmlega. Momo Potion, rakakrem fyrir hárið, það er líka geggjað að klippa upp úr því. Finnur kannski aðeins meira fyrir því heldur en detisprayinu, en líka mjög næst til að klippa upp úr. Og líka bara fyrir þá sem þurfa bara ekstra raka. Svo er það krullulínan, stærsta í Essential. Nóg í boði fyrir krullunar. Það er sjampó og næring og maski og krullusjampóð og næringin og maskin, það er auðvitað bara gerir fyrir krullunar það sem krullur vilja mest, bara raki og létt og allt þetta. Og svo eru það 4 mótunarvörur að þannig og svo cleansing cream. Ég ætla að byrja á því. Þekkið þið það? Hafið þið notað, kennst þið einhvern veginn? Já,
mér, systir minn krulla gróft hár. Já. Þetta geggjað henni. Já, það nefnilega, Ég elska þetta. já. Einu mínum uppáhaldsvörum. Þú þekkir það ekki? Nei, sko krullur eða krullahár fílar oft að vera ekki alveg nýþvegið, þið vitið. Af því að ef það er ofhreint, þá verður það bara oflifandi einhvern veginn og svoleiðis. Þannig að þetta sjampó, maður þarf ekki að nota næringu með þessu, frekar maður vill, af því það gefur alveg mýkt. Og þetta hreinsar bara svona aðeins, ekki 100%. Svo notum maður þá bara venjulegt sjampó inn á milli. Fattiði konseptið. Og margir nota þetta með sér svo strákar oft vilja, því þetta fyrst leðilegt þegar hárið er alveg nýþvegið og hætta jafnvel bara að þvoða það því að þeir fíla ekki lúkkið að hárinu sé nýþvegið. Þá er þetta alveg næs. Þetta hreinsar bara svona aðeins og þetta freyðir rosa lítið. Og svo er það þá hérna primerinn og krím, controller og revitalizer. Primer, það er bara ekstra raki og svolítið svona sumum fyrst og nota kannski bara þetta ef maður vill ekki neitt annað. Þið vitið neitt stælingvöru, þá bara hefur þetta og heldur rakanum svolítið vel inn í hárinu. En svo líka næs að nota þetta með öðrum stælingvörum eins og til dæmis curl krím. Það er mjög létt, það gerir rosalega mjúkt hald og bara svona, já, rétt aðeins, myndi ekki segja það, krullu kona. Jú. Og svo er þá hvað segirðu? Of litlar umbúðir, já, má deila það. Já, nákvæmlega. Og svo er það controller. Það er þá bara eins og nafni gefur til kynna, bara controller, bara hefur stjórn meira á meira úfnu og stærri krullum, þið vitið. Þannig að þetta eru svolítið svona andstæður. Og svo er það revitalizer. Það er svona hanna til þess að vekja krullurnar aftur upp, til dæmis daginn eftir og búin að stæla þér eða þannig. Og já, það gefur smá svona, það er alveg smá haldið, það gefur smá eins og saltspreyað. Þú farinn? Ok, ekkert mál, takk, bye. Bye. Sumir nota bara þetta sem sína stæling vöru fyrir krullur. Þannig að alveg hægt að leika sig með það. Það er að segja eitthvað, bæta ykkur í það. Nei, einmitt akkurat þetta, verður svona crunchy og sumir fíla þetta crunchy, sem vilja hafa svona eins og beachy alveg. Já, einmitt. Þetta er alltaf curly og brún. Nei, alls ekki sko, nefnilega ekki, en það var eins og þegar það kom einhver sprengja í því atriði tíma, já, algjört kalt og allir vildu vera með og engin krulla vildi kaupa neitt nema að myndi passa þessu og ótrúlega skrítið. Þá byrjaði samt salan á krulluvörum að aukast sem voru ekki, þið vitið. Það var svo bara byrjaði svona meira að tala krullað hár og vakning á og bara konur fóru að pæli bara, já, það er til eitthvað sem já, ég er með krullur, það er til eitthvað sem spes fyrir mig. Ég er ekki bara með húfið. Já, nákvæmlega. Og svona allavega þær sem að ég þekki sem að hafa farið á svo lest og verið alveg all in, þær eru dottnar út, eru kannski ennþá að nota bómulluból á hárið eða eitthvað þannig, en eru ekki all in í. Það er bara allt á mikið vinn. Já. Þetta er bara eins og hálfstíma rútína þessari viku. Já. Það er ekki foreldri sem hefur tíma í það. Nei. Það skilur fyrir þeim öllum að 90% af góðum krulluvörum sem við unnum með eru ekki Curly Approved. Já. Curly Girl kemur upp úr fyrsta skurðinum, festið áður og kemst upp á toppinn. Og bara kemst ekki að leið með Curly Girl. Nákvæmlega. Mér finnst alveg að hafa kosti og galla því ég var mikið dömur sem er ekki með eina krullu í hárinu. Já. Ég er að reyna að vera með svona krullu. Já. Og ég er ekki krullusafræðingur, þannig ég er með eitthvað diffjúsir að reyna að búa til krullur og þær eru bara eitthvað. Já. Nógur sem segja bara, þú ert ekki með krullur. Já. Þú ert með örlítið lífi, ég man eftir henni ekki, ég veit náttúrulega hvað það tala um. Hún var hlæjandi inn í sér og ég var bara, ég gafst upp með þetta og ég sagði bara, sorry, hérna, ég bara get ekki gert krullur. Já, ég get þetta bara heima eitthvað. Já, ég veit. Þetta er ekki bara prátusbjörg, ég er fullkomlega með ég var bara, þetta var hræðilega það þótti svo bara. En þessu konan, hún er öllum krullur ekspertindi sem hún getur sjálf græða. Og hún og fingurkvöla, hún er að taka hvern lopp og rúla, skilur þetta, hún er að búa til krullur í sig, skilur, hún er ekki með krullur. Já, það er að búa til krullur í sig í dag og mjög fyrir kannski ekki eftir lápur sem er ekki. En svo á sama tíma fæ ég konur til mín sem eru með krullur og þær nenni ekki að hugsa þær af því þær eru búin að prófa nákvæmlega þetta Curly Girl eitthvað svona
það er bara, ég nenni ekki um krullunar, ég nenni ekki standi í þessu, ég er bara, já, ég skal kenna þér einfaldari leið. Já, nákvæmlega. Kenna hvað það getur auðvelt. Já. Það þarf ekki að vera svo flókið. Já, það er svo mátti gera flókið og vilt. Já. Nákvæmlega, já. Ég er bara, þú veist, ég er 5 mínútur að græða mig eftir styrti, ég er samt með krullur, sko. Þú þarf ekki að taka 2 tíma. Mér persónulega er auðvitað, sko, ef ég blæsi að slétta með hárið, það er góðið 3-4 daga. Ef ég með krullurinn, þá er ég að gera einst degi rosalega mikið. Það er bara, þú veist, ég næ ekki að fá þetta og ég get vakið aftur til lífsdaginn eftir. Ég er alltaf eins og hefur bara skriðið þetta um helli, sko. Hefur prófað rifjusellessun? Ekki þennan eitthvað, ég pröfa frá þeirra merki, sko, en þá hárið með þólir rosa litla vöru. Þannig að það verður bara rosa fljótt og flatt, allir það er rosa fingir. Þannig að þetta er einhvern veginn að rosa erfitt að fá, en það þarf alltaf olíu, það þarf alltaf raka. Að fá efni sem halda líka, það er bara, þú veist, það er alveg ómikið. Ég sá ekki að vera í ambjans. Já, ég hef pröfað hann einhvern tímann, hann er fínt, ég get ekki vakið að náttúrulega þessu beinum. Ég get ekki sett bara vatn og klösana neðan neitt, þú veist, hárað með bara. Það bara setja sjálfkrafa heilar með okkur. Já. Hér er með áfyllingu sem að bættist við síðast sumar eða eitthvað, já. Sem við erum svo þakklátt fyrir. Þetta er geggjað. Hérna getur ég keypt bara Momo shampoo í 500 ml og fyllt á. Þannig að það er hérna 74% minna plast heldur en að kaupa í brúsa. Og hérna allir glaðir. Það ekki? Mér finnst þetta geðvægt. En þetta kemur ekki í öllum, þetta kemur svona í bestsellerunum. Mjög næs. Já, við erum líka bara búin, er það ekki? Einhverjar spurningar? Erum við ekki bara búin að ná að fara að kofra flest? Já. Verður geggjað. Takk fyrir að vera með okkur og gefa ykkur tíma. Verður sjúklega gaman. Gangi ykkur vel í dag í vinnunni. Og bless, Urður. Já, bless Urður mín. Hvernig slekkur maður á þessu? Þú slökkt á mæki. Svo fyrir stelpunar uppi að slökkt á... Bara svona? Já. Já. Auðvitað. En það er ennþá ljós, það er halda kannski. Síðan eftir, ég er alltaf,